Hvernig get ég fundið hamingjuna? Sumt fólk heldur að lífið hafi einn skýran tilgang. Það heldur að alheimurinn hafi verið skapaður í ákveðnum tilgangi og að mannfólkið sé hluti af einhverri allsherjar áætlun. Það heldur að tilgangur okkar felist í því að vera hluti af þessari áætlun sem sé skrifuð í alheiminn og bíði þess bara að vera uppgötvuð. Húmanisti lítur öðrum augum á tilgang lífsins. Húmanistar sjá ekki að það sé neinn augljós tilgangur með alheiminum. Heldur sé hann náttúrulegt fyrirbæri án nokkurar hönnunar. Tilgangur ekki eitthvað úti í buskanum sem bíður þess að vera uppgötvað, heldur eitthvað sem við búum til í okkar eigin lífi. Og þótt þessi gríðarstóri og óragamli alheimur hafi ekki verið skapaður fyrir okkur, hvert og eitt okkar tengt einhverju stærra en sjálfum okkur. Hvort sem það fjölskylda og samfélag, hefð sem teygir sig aftur í tíman, hugmynd eða málstaður sem mun blómstra í framtíðinni eða þessari undurfagru jörð sem við fæddumst á þar sem tegundin okkar þróaðist. Í þessum hugsunarhætti felst að það ekki bara einn stór tilgangur með lífinu, heldur geti hver maður fundið tilgang á mörgum ólíkum sviðum. Hvert okkar sig einstakt og ólíkur persónuleiki hvers og eins veltur á flókinni blöndu af áhrifum frá foreldrum okkar, umhverfinu og tengslum okkar. Hann breytist með fenginni reynslu við ólíkar aðstæður. Það ekki til neinar einfaldar uppskriftir af því hvernig lifa á lífinu sem eiga við alla menn. Smekkur manna misjafn og það sama má segja markmið okkar og forgangsröðun. Einn vill helst teikna, gangum í skóginum og hugsa barnabörnin, en annar nýtur þess best að elda, horfa á sápuóperur, bergja á eftirlætis víni eða bragða nýjan mat. Við getum fundið tilgang í fjölskyldu okkar, starfinu, í því að styrkja ákveðna listsköpun eða bæta stjórnmálastefnu, í gleðinni sem fylgir garðvirkju, áhugamálum eða 1000 öðrum leiðum sem veita sköpunargleðinu útrás eða svala forvitni okkar, auðga vitsmunalífið og tilfinningarnar. Nú rétti tíminn til að upplifa hamingjuna og leiðin til að finna tilgang í lífinu að fara að lifa því, eins vel og af eins mikilli fyllingu og okkur unnt.